Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, nú ætlum við að tala vændi og tilefnið eiginlega að Jón Gnarr sem að hér situr, þingmaður Viðreisnar, skrifaði grein, svolítið út frá því að félagiðinn í þingflokknum sagði af sér út af vændiskaupum. Og þetta hefur einhvern veginn... Ekki út af vændiskaupum, nei. Nei, ráðgerðum vændiskaupum. Hugsun Já, eða skilst mér, já. Okay. Og þetta vakti svona athygli, en þetta voru kannski málavexti voru ekki alveg svo skýrir að það voru ekkert svona kannski mikið fjallað með þetta mál, en eitthvað, þetta er leið á þér og þú ákvaðst að skrifa grein vændi í þessu tilefni. Og til að ræða þetta með okkur, að þá hérna Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, sem samtaka gegn kynbundnu ofbeldi hérna líka. En ef við bara byrjum á hérna tilefninu. Já, nei, ég var ekki Guðbranda var tilefnið þess að skrifa þessa grein. Já, þetta, en líka bara, hvernig við sem samfélag, svona tökum ákveðna svona samfélagslega afstöðu til ákveðina mála og ég svona kannski það sem að svona ýtti kannski líka við mér voru norsku sjónvarpsþættirnir ölhundinn Berit. Mér fannst það mjög athyglisvert, ég veit ekki hvort þið hafið horft á það. Ég hef horft á það. Hefur ekki horft á það? Nei, ég er ekki búin að, já, það er búin að segja mér. Við vorum með sérstaka umræðu hérna við Rauðaborð. Mér finnst þetta líka bara mjög verðugt þetta er bara með betri þáttum sem að ég hef bara sjónvarpsþáttum sem ég bara sé lengi og en vændi er nú ekkert svo stór þáttur í því. Nei, það er meira sem sagt hvaða þetta er kannski meira svona stigmatiseringuna, skilur, heldur svona meira hvernig við tengjum þetta og og ég tala náttúrulega bara þessa útskúfun að þegar fólk er dæmt til útlegðar og síðan svona opinberar niðurlægingar og ég tek sem dæmi til þess eins og ég hef oft séð þetta sem var gert víða í Evrópu, bæði Frakklandi og Hollandi og fleiri löndum, að það voru konur teknar og það var rakað af þeim hárið og ég makað á þær einhverju málningu sem sagt fyrir að hafa starfað með nasistum. Ég stór efast að nokkur af þessum konum hafi raunverulega verið einhver eldheitur nasisti og þarna voru bara sem sagt það voru í ástandinu einmitt og það var ekki kannski jafn grófum aðferðum beitt á Íslandi en sumlítið Já, ég meina, og ég bara, mér er alltaf umhugsað sem sagt hvernig við sem samfélag tökum kannski einhverja einstaklinga, einhverja hópa út fyrir ramman og sem sagt förum að láta sem sagt aðrar reglur gilda þá hópa heldur en aðra og mér finnst það bara mér finnst það rangt og og mér finnst það bjóða alls konar hættum heim og og en þú veist skýrasta dæmið þetta í gegnum söguna hafa verið konur En þú skrifar því niður á þá niðurstöðu, ef ég hef lest þetta rétt, Já. Að við ættum raunverulega ekki að skipta okkur af því þótt að einhver sé að kaupa vændi af einhverjum. Nei, það er ekki alveg rétt hjá þér. Það er mjög nærrið því, ég held að. Já, ég velti því bara upp, skilur, hvernig við
hvaða augum við lítum vændi og sem sagt hvort að það sé hlutverk ríkisvaldsins að hafa eftirlit með því á þennan hátt. Ég bara velti því upp en niðurstaða mín í þessu í rauninni að mér finnst við sem samfélag þurfa að ræða þessi mál án upphrópana alhæfinga eða sleggjudóma og til dæmis eins og þú bara lest þessa grein mína, ég engin talsmaður vændis bara hef mjög litla reynslu af vændi. En ég til dæmis, ég fylgjandi lögleiðingu fíkniefna, en ég noti ekki fíkniefni. Þannig að maður getur haft þá afstöðu, þannig ég ekkert að segja að þú sett afstöðu að lögreglan ekki af afskipta vændi því það þú sett eitthvað hórkall sem alltaf vændi. Það felst ekki því. Nei. En mér finnst bara allt í lagi að ræða þessi mál og eins og ég segi líka í greininni, varðandi skilurðu lögin eru bara lög og hvort að þau eru réttmæt eða þarf að breyta þeim með eitthvað svoleiðis. Ég hef ekki alveg þann skilning, ég ekki lögfræðingur. Þú kastar þessu upp og við grípum boltan. Jón ekki alveg viss að því hvort að ríkið eigi að hafa afskipti af vændisviðskiptum. Ert þú þar? Kaup á vændi ólöglegt og það bara mjög góð ástæði fyrir því. Þarna verið að vernda mjög viðkvæman hóp sem að selja vændi oft í mjög bara erfiðum aðstæðum. Og það sem ég tek svolítið úr þessum pistli var það að það var ósætti við hvernig þetta mál hefði verið tæklað innan flokksins. Að því að ef ég man rétt að þá kannski því að þarna hefði verið beitt einhverjum þvingunar aðferðum til þess að þessi afsögn ætti sér stað. Það sem ég vil segja, þegar ég náttúrulega kem út frá sjónarhóli þolenda og í samskiptum við þolendur og þau sem að hafa mögulega verið í vændi. Ég sé hörmungarnar, ég sé eyðilegginguna á bak við þetta, ég sé kvenfyrirlitninguna og hvort að viðkomandi, það náttúrulega mjög heppilegt að segja ég mætti á staðinn en ég keypti ekki vændi og þar með átti viðskiptin sér ekki stað. En það hann mata sjálfur líklega nógu alvarlegt til þess að segja þessu þingmennsku sem að gerist ekki á hverju degi. Já, og mér finnst þarna alveg rétt staðið að hlutunum vegna þess að kaup og sala og líkama kvenna má bara ekki vera normalíserað. Þetta auðvitað bara eitthvað sem við viljum ekki sjá í nútíma samfélagi og hvað samfélagi sem Þannig að mér finnst bara mjög eðlilegt að þarna sem manneskja sem að axli ábyrgð og fái þá rými til að gera það. Og ef við setjum þetta bara í samhengi við það, ég meina ef ég eitthvað segir bara að þessi kona búin að vera að stela á búðum, ætti ég að vera að vinna í búð. Æ, veistu hvað ég minna? Þetta svolítið en svo vil ég líka bara minna á það að þegar kemur að sakamálum að það það ásetningurinn sem að skiptir þarna sköpum og hann viðurkennir að hann hafði ásetningum að kaupa vændi og það sýnir bara að mínu mati, ég meina það gerist ekki í tómarúmi og það ekki tilvílunarkennt og það gerist ekki óvart. Rétt eins og ofbeldi gerist ekki óvart eða nauðgun gerist ekki óvart. Þannig að þér finnst réttmætt að þingmaður sem að hefur gert eða framið þann hugsanaglæp eða hvað það aðeins rúmlega það, hann var mættur á svæði, þetta var aðeins rúmlega hugsanaglæp. Já, ok, sem sagt sé þar með rauninni sekur að hafa gert eitthvað. Það það sem ég líka bara velta fyrir mér. En finnst þér það?
Sko hann hefur ásetningin það og viðurkenni það. Já. Hvað svo gerist getur við náttúrulega ekki beint nákvæmlega vitað. Nei, en mér finnst það ekkert ólíklegt. Ég átti nefnilega vandræða með þetta því ég þekki enga forsögu af þessu. Sko, en það að hann segi af sér og segi að atvikin séu með þessum hætti að þá fannst mér eins og að atvikin væri svona einhverju leyti alvarlegri. En við getum alveg pröfað að velta því bara upp, tökum bara ofbeldisglæp að ég hafi ákveðið að fara heim til Jóns Gnarr og berja hann. Já. Og svo þegar ég var komin og áður ítt á bjölluna þá hætti ég við það. Er það ofbeldisglæpur? Sko, í þessu samhengi langar mig til að segja að það eru rosalega mörg ofbeldismál og kynferðisbrotamál sem eru látið niður falla. Þau eru ekki rannsökuð, eru felld niður á rannsóknarstigi eða felld niður þegar komin á ákærusvið og þannig að mér finnst í raun og veru það að þetta hafi ekki verið dómtekið eða lokið með einhverju sagt, ekki endilega gefið til kynna að þetta hafi ekki átt sér stað. Einhverju hluta vegna kemur þetta upp og þetta kemur upp á borð til ykkar í ykkar flokki. Þú ert efins svona atvaka lýsingur sem við veitum. Nei, ég er bara að segja, við getum ekki nákvæmlega að vita hvað hefur átt sér stað en hann viðurkennir sjálfur að hann hafi þarna haft ásetning að gera þetta og að hann hafi mætt þarna en það vil svo til að hann segir að ekkert meira hafi gerst en þegar þú ert búin að taka alltaf ákvörðinu að ég ætla að koma mér í samband við manneskju sem er að selja vændi, ég vil taka ákvörðinu að samskipti bara hvað kostar þetta, hvað getum við gert eða eitthvað það ég veit það ekki, ég segi svona og svo er hann komin á staðinn getum við vitað að það hefði ekki verið fullframinn glæpur. Þannig að það var erfitt fyrir okkur hin að segja nei, Guðbrandur þetta var nú Nei, en sko kannski efnislegt inntak það sem ég er að segja sko er í rauninni sem sagt sko þegar að við förum svona að draga ályktanir sem sagt, og þannig erum við líka komin á mjög svona varasaman staf varðandi til dæmis ályktanir af einhverju persónulegu lífi fólks. Sem vandræða þegar við fáum mjög takmarkar upplýsingar. Já, en sko þetta eru minnst og það er upplýsingar sem að við erum með og mér finnst og líka bara sem þolandi ofbeldis sem að ég hef orðið fyrir og hef sagt frá og að þá finnst mér svolítið og mér finnst það líka vera það sem að þessir menn sem að urðu fyrir kynferðisofbeldi og ofbeldi frá Þóru Bernódusdóttur í Bakkakoti sem stiga núna fram og eru núna á 3. tug manna og þeir segja það að það sé öðruvísi og það sé erfiðara fyrir karlmenn að stiga fram og segja frá ofbeldi vegna þess að það bæði sé ekki áhugi fyrir því og það sé ekki tekið alvarlega og þeim sé ekki trúað. Það er kannski öðruvísi kúltúr bara hjá okkur körlunum líka. Já, en það bara það er líka, þú veist, kannski einhvað hefur kannski einhvað með karlmennsku að gera eða karlmennsku ímynd og sem sagt og mér finnst bara að til dæmis eins og ég að stiga svona fram og bara einmitt að þetta bara er í alvörunni búið að hvíla svolítið á mér og þetta er einhvað sem að ég hef oft velt fyrir mér skilur varðandi einhver mál en þú veist ekki lagt í það, ég hugsa ég nenni ekki að standa í þessu bara
maður fær yfir sig holskeflu af einhverju og jafnvel uppmálaður sem einhver talsmaður mansals eða eitthvað svoleiðis skilja eða hafi ekki vita á þessum hlutum. Ég sjálfur, ég kom sjálfur fram og hef sagt frá því ofbeldi sem að ég hef orðið fyrir. Þannig að, þú veist, ég ekkert bara einhver út í bæ, skilur, sem að taka upp hanskan fyrir eitthvað kall, skilur. Það bara ekkert þannig. Þú ert ekki ölhundurinn Nei, og En varðandi vændi, ef ég má aðeins halda við það. Já. Þú svona, eins og við höfum að ræða það hvort að ríkið hafa afskiptað þessu. Já, þú veist, þú veist alveg vel það sem að Guðni að lýsa að flest sem að selja vændi eru í veikri stöðu og gera það út af því. Það leikur sér ekki að þessu. Nei, ég veit það alveg. Og í mjög þröngri stöðu og sömuleitt þetta verið að níðast af fólki í veikri stöðu og þú afnýta því ekki. Nei, bara... En samt eftir til í að segja þess að svo að sé þá einhver hluti af vændinu sem séu þá utan við þetta og við ætlum að leyfa það, að við værum að ég bara aftan með á því ég eins og ég segi líka, þú veist, ég hef ekkert mikið vit á þessum svona lagalegu útfærslum. Ég hef bara ekki mikið vit á því, en ég fulla samúð með fólki í fíkn og örvæntingu og sem að reynir að fjármagna fíkniefnaneyslu með vændi og mér finnst það bara hræðilegt. En það hefur snúið ábyrgðinni við, það þeir sem að kaupa vændi sem að brjóta lögin, eða ekki? Nei, þetta í rauninni tvöfalt, það líka bannað að auglýsa vændi. Sem sagt... við bannum að auglýsa áfengi, Já, en sem sagt, síðan þetta, sem sagt kynferðisbrot og ég líka að því að ég er búin að vera að kíkja aðeins á þetta til dæmis í lögum leigubíla að ég sá þetta og ég tala það í þessari grein ég sá einhverja frétt það að einhver leigubílstjóri hafði ekki fengið endurnýja leigubílstjóraleyfi sem sagt að því að hann hafði verið sekur að sem sagt eiga viðskipti eða hafa keypt vændi og ég og ég bara vissi það ekki sem sagt það í sem sagt leigubíla lögunum og en til dæmis tilfelli lækna lögmanna þá eru siðanefndir, það eru matsatriði og það er ekkert endilega að þú missir lækningaleyfi Fórið ekki í leigubílstjóralögin að sömuleyti út af svona hálf rasískum ástæðum til bregðast við ykkur að vera svo miklu útlendingum sem að væru í að gera leigubíl nauðga konunum okkar Það er verið að mismuna mönnum eftir stöðu finnst mér svolítið annars vegar er bara zero tolerance og hins vegar matsatriði í fíknistéttum Í fítnistéttum finnst mér svolítið og mér finnst það svolítið ósanngjarnt og svo finnst mér bara mjög oft sem sagt og það hlýtur að koma af einhvers konar samfélagslegu uppgjöri sem sagt gagvart sem sagt svona ákveðinni svona útskúfun manna og það hlýtur einhvern veginn að koma að því að því að ég held þetta sé líka bara eitthvað sem að er farið að snerta svo margt fólk og og mér finnst þetta
bara, til dæmis bara staða stráka af því að ég hef nú verið að sko reyna að skoða hana með úrbætur í huga hún við erum að mismuna strákum og stelpum við erum með úrræði fyrir stelpur sem við erum ekki með fyrir stráka og það eru rannsóknir að sýna fram á það að það eru að útskrifast strákar hér úr eftir 10 ára nám sem á annar hver þeirra getur ekki lesið mér finnst þetta bara ekki ásættanlegt en að halda því fram að þetta sé eitthvað sem megi ræða eða það sé einhvern hátt hættulegt að ræða þetta ég er bara ekki til í að taka undir það En viltu ræða þetta þess lestur drengja og vændiskaup í einhverju svona kynja átaka línu allt þetta eiginlega tilheyrir stríði kynjana af því þú varst nú nýkomin út úr ölhundinum Berit sem svolítið að fjalla kynjastríðin nei, mér finnst það ekki mér finnst bara að við verðum að sem samfélag að hafa einhvern vettvang, einhvern flöt til þess að ræða þessa hluti án bara án sko upprópana alhæfinga eða sleggjudóma það er svona aðalatrið í þessu og svo finnst mér bara líka þessi ótti mér finnst þetta bara eins og ég tala þarna að skynja hann ótt allir óttin við fjölmiðla óttin við að fjölmiðlar byrja að grafa einhvað upp þig eitthvað svona, ok og og ótti finnst mér bara aldrei vera Við ætlum að draga úr honum í samfélaginu. Jón er náttúrulega listamaður eitthvað leyti. Svona ekki alveg venjulegur stjórnmálamaður. Og ég vinn við það að bera orðið á milli viðmælanda. Þetta er svolítið svona víravirki sem að hans ræða var. Þannig ég ætla bara, vil ekki bara bregðast við. Jú, og ég er ekki algjörlega. Svona er þetta bara, Jón. Já. Þú talar svona. Það sem mig langar til að segja, það er nú ansi margt og þú ert alveg meðarleg einhverja punkta þarna sem er bara fínt og þegar við tölum uppgjör, ég er alveg sammála því við þurfum uppgjör en uppgjöri sem að ég vil sjá og margir þolendur vilja sjá og þau sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi, það er það að fólk taki ábyrgð. Þetta er eitthvað sem við erum búin að kalla eftir svo ábúslega mikið og ég vil bara segja í máli Guðbrands að þetta gerðist allt inn á þingi. Afgreiðsla þessa máls fór ekki út fyrir veggina þannig að samfélagi var með einhverja skoðun á þessu, ekki svo ég muni. Það var ekki að láta undan öskrandi öfgafeministum. Já, mitt. Nei, þú veist, það sem ég er að segja er að því það er verið að lita þetta í eitthvað svona, að setja þetta í eitthvað svona búning þar sem að samfélagið þarna hafi zero tolerance sem persónulega mér finnst að ætti að vera gagnvart kaupum á vændi að það sé einhvern veginn neikvætt og ég bara ekki sammála því að ég bara, þú veist, eins og ég segi kaup og vændi eins og segi, þetta gerist ekkert óvart frekar heldur en ofbeldi eða nauðgun. En Guðni, þú segir zero tolerance. Við erum með zero tolerance fyrir að reykja inni. En það hefur ekkert, við eldum ekki mannin út á götu og rakurðum hann og þannig að zero tolerance er eitt. Þannig að við bara sættum okkur ekki við kaup og vændi. Nei. En hvaða afleiðingar á það að hafa? Einhver leyti held ég að Jón sé að skrifa út frá því að hún finnst þetta að vera miklar afleiðingar sem að Guðbrandur tók. Hver eru afleiðingar af því að einhver komi fram og segi ég keypti vændi fyrir 6 árum? Þarna er einstaklingur sem ákvað að taka ábyrgð.
Já, en hvað finnst þér? Svona, finnst þér eðlilegt að viðkomandi geta ekki verið í þingmennsku? Finnst þér að nú Guðbrandur tók þátt í verkalýðsbaráttu og pólitíkerna lengi? Ég hef nú ekki hugsað út í það því ég býst við að hann sé bara í svona ákveðnu sálarháska og jafna sig. Það segjum að bara eftir 2 mánuðir heyri í honum, heyrðu því ekki bara koma hérna á rauðaborðu og spjalla fréttir vikunar. Finnst þér það að maður sem að kaupi vændi eigi ekki að vera í slíkum vettvangi? Að ræða pólitík eða eitthvað þannig. Sko, mér finnst það bara allt í fínu lagi. Ég hef engan áhuga á því að vera að útskoða ykkur fólki eða meiki. Því að Jón sagði eins og það væri verið að það væri orðin útlagi maðurinn. Já, ég er bara ekki sammála því. Vegna þess að við verðum líka átt okkur á því að fólk getur ekki haft eitthvað ákveðið tilkall til ákveðin að starfa. Það er algjörlega óþolandi ef að manneskja sem gegnir ákveðinu stöðu í landinu þar sem að krefst bara mikillar ábyrgðar og manneskja sem hefur einhvern tímann haft það mikla kvenfyrirlitningu í sinni manngerð að kaupa vændi. Ég er ekkert viss að það sem mannskja sem er best til þess fallin til þess að vera að setja ykkur lög í landinu. Það er mín skoðun, persónulega. En ég er ekki að segja að mannskja get ekki gert eitthvað. Ég er að segja að við verum að athuga hvar fólk er og hvað það á að fá leyfi til að gera. Sumir hafa þína afstöðu, sumir hafa afstöðu Jóns og sumir hafa afstöðu að segja hvað er þetta? Við erum alls konar afstöðu, en samfélagið hefur ekki talað sér niður á eina afstöðu og mun líklega aldrei gera það. Sko. En sko, þú veist, nú hérna eins og sko, orð eins og ábyrgð. Hvað er ábyrgð fyrir þér? Það er að viðurkenna. Það er viðurkenning á því sem þú hefur gert og það axlar ábyrgðina, ég menna þarna Gangast við brotu sínum, en þarna líka bara verður að viðurkennast að það var ekki einhver þolandi þarna sem steig fram og kallaði eftir afsögn. Það gerðist ekki, sko. Já. En ég meina, er eitthvað saga á baku þetta? Var það að þrýsta á hann inn í flokknum að segja af sér? Ég veit það ekki. Ég bara get ekki tjáð mig um það og ég þekki það ekki. Sko, þannig að sko að viðurkenna sem sagt sök, það er að taka ábyrgð. Já, og helst ef að viðkomandi gæti unnið úr sínum málum. Ég meina þetta er alveg svolítið stórt. Mér finnst þetta ekki léttvægt að kaupa vændi. Nei, en í þessu tiltekna dæmi þá var ekki keypt vændi. Getum við vita það? Við vitum það ekki, nei, ekki frekar en mig, skilurðu. Þið getur högt hérna, hefur þú keypt vændi og ég sagði, nei, ég hef aldrei keypt vændi, já, við vitum það náttúrulega ekki. Nei, en mér langar aðeins að skjóta þarna inni vegna þess að það sem við sjáum svo rosalega oft í þjóðlendasamfélaginu er að það eru ákveðni aðilar sem eru hérna, sagði vera brotlegir við lög, varandi til dæmis, segjum bara nauðgun. Og þá segir við komandi, já, ég hitti konuna en þetta var allt með samþykki eða ég gengst við vægasta partinum en ekki að þetta hafi verið fullframinn glæpur. Þannig, og þetta bergmálar svolítið það tal að segja ég á komin inn í herbergi á konunni en það gerðist ekki neitt. En sko... Ég er alveg samanlega Guðni, ég var svolítið erfitt með þessa sögu, en endanum metur hann það sjálfur. Hann telur að það sem hann gerði vera svo alvarlegt, hann segir af sér, og ég get ekki eldan til Keflavíkur og sagt honum, nei, hvað er þetta? Þetta var náttúrulega svo alvarlegt. En er ekki ábyrgð, krakkar? Er þetta ekki líka svolítið huglegt mat? Eins og bara krakkat, eins og við erum alveg krakkan okkar og við viljum að þau skilji og taki ábyrgð á ykkur sem við gera. Það er ekki til fullkomin skilgreining á því að taka ábyrgð. Það er eitthvað sem að þú skilur metur svolítið og þetta segja að það sé eitt að gera eitthvað annað að þú gerir eitthvað og tekur ábyrgð. Okay. Og þér getur fundist einhver taka ábyrgð eins og getur einhver annar sagt, nei, það finnst mér ekki, ég er ekki sammála því. Þannig að við dæmum fólk, til dæmis fyrir umferðarlega brot eða fyrir þjófnað, fjársekt eða fangelsi eða eitthvað svoleiðis. En síðan gerum við ekki kannski neina svona almenna kröfu það að fólki taki ábyrgð, er það? Ég meina það bara klárar sinn dóm, er það ekki?
Ég held að sé, þetta ekki alveg ljóst í samfélaginu. Nei, ég meina, Ég man eftir einu máli sem var í Danmörku þegar ég var ungu blaðamaður. Já. Þá var eitthvað blað sem að rifjaði upp sakamál og maðurinn hafði tekið út sinn dóm. Ég held að þetta man ekki alveg hvað þetta mál snerist. Þetta var ekki svona kynferðismál. Já. Hann fór í stemdi blaðinu fyrir meiðyrði. Því hann sagði að samkvæmt lögum ég búin að taka út mína refsingu og ég á ekki að þurfa að þola þetta. Og hann vann þetta mál og þetta var einhvern tímann, ég bara tek þetta sem dæmi og við þekkjum þetta bara úr nútímanum að margir sem að hafa tekið út sinn dóm upplifa það að þeir eru komið út í samfélagið þá þeir eru ekki kvitt í samfélagið. Samfélagið ekki til í að taka því. Þannig að það sem þú ert að segja að það bara ekkert samkomulag þetta í samfélaginu. Nei, þetta ekki það að ég segi ég ekki til í að sætta mig við svona eða hins eginn nema við komandi taka ábyrgð, þá það bara mitt eigið gildismat sem ég að tala út frá, ekki einhverjum almennum skilningi, er ég ekki... Það bara ólík sjónarmið það. Já, hvað það sé að taka ábyrgð og mér finnst að því að þú ert líka að tala sem sagt hugtak sem hvern fyrirlitning mér finnst líka orðin til svona einhver tegund af karl fyrirlitningu. Það að segja fyrirlitning gegn svona karllægri hegðun og svona hvað maður að segja karllægum kúltúr. En þú ert ekki að meina að það að kaupa vændi sér karllæg hegðun? Nei, ég ekki að tala um vændi. Þess vegna spurði ég áðan, hann með lesturinn og vændi, hvort þú viljir hafa þetta allt saman í sama pakkanum, Já, nei, við erum að tala, erum við bara að tala, ok. Já, þetta flókið, af því að ef að þú ferð og tekur lesturinn og kemur svo tilbaki í vændi með það nesti, það svolítið flókið, Það voru eins og vændiskaupandi sér allt innu fórnarland vegna þess að það sé ekki farið nógu vel með kalla. Við erum að tala um vændi, við erum að tala um kynferðisbrot. Við erum að tala um kynferðisbrot. Já. Annað dæmi, önnur afsögn. Og þá gaman að fá þitt álit á því. Ráðherra, barnamála, sagði af sér. Hvað finnst þér það? Ég skrifaði pistil það á sín tíma. Já, ok. Og þarna aftur, ég held það sem við erum að reyna að gera í nútíma samfélagi, það að reyna að segja að því að mér stemningi svolítið vera að má ekkert lengur. Við erum aftur komin í þann gírinn að það má ekkert lengur, að með við erum að segja að þetta mátti aldrei og við verðum að taka skýra afstöðu þegar þessi mál að koma upp, það verðum að taka skýra afstöðu, hvernig við ætlum að tækla það, hvernig það gert inn á þingi, hvernig það gert með samfélaginu. Ég sammála því að það verður að vera samtala einhverju leyti, en við verðum að taka skýra afstöðu. Við getum ekki haft aðila sem að normalísera að eignast barn með barni eða þá að kaupa vændi. Og mín spurninga kannski bara aðalega til þín, bara ef að þú hefði ráðið því hvernig þetta mál með Guðbrand hefði farið, hvernig hefði þú tæklað það? Eins og ég segi, ég kom ekkert að þessu máli fyrir en það var búið að taka ákvörðun það og ég þekki svo sem ekkert málavöxtu í því umfram það sem almennt hefur komið fram. Þannig að ég á mjög erfitt með að segja það. En ég endurtek spurninguna mína mál hins stjórnmálamannsins. Fannst þér þetta fullnægjandi? Þetta var ákvörðun sem flokkurinn tók á sín tíma varðandi hana. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir aðgerðir sem slíkar. Já, en þú spurðir Jón eiginlega það hvernig hann hefði tekið ákvörðun í Guðbrandsmálinu. Hann að spyrja því hvað ákvörðun hefði þú tekið í Ástúðarmálinu. Einmitt, akkurat. Það því að við erum að reyna að finna eitthvað, þannig að við megum að leika okkur að því hvernig niðurstaðan hefði geta orðið. Já, algjörlega, en málið bara, ég sammála þeim ákvörðunum að viðkomandi stigi til hliðar. Það mitt mat. Það því maður barnamálaráðherra. Hefði það verið öðruvísi eða verið utanríkisráðherra?
Já, ég meina þetta bara ótrúlega viðkvæmt mál í samfélaginu og sérstaklega sem barnamálaráðherra verði ég að segja samt að þetta eitthvað sem kom þarna upp. En nú hún komið svolítið aftur, nú hún þingflokksformaður, sérðu ykkur að þið gerir athugasemdir við það? Finnst hún taka ábyrgð? Mér fannst hún alveg hafa tekið ábyrgð en það líka samt kall eftir því að fólk sé ekki að fara í dvala í ykkur 2-3 mánuði og koma tilbaka. Það líka mjög mikið tal það og mér finnst það alveg verðt að skoða líka. Af því hvernig erum við að taka ábyrgð? Erum við að segja að þú stígur til hliða í smá stund og svo kemur það aftur? Ég meina, hvaða skilaboð... Þannig var útlegðardómurinn í gamla daga. Já, en mér langar að segja svona, hvaða skilaboð eru það að senda? Því að þú spurði píslaninu, hvaða skilaboð erum við að senda? Frekir hafa þarna eitthvað yfirráð frekar en einhver aðrir. Já. En mér langar að segja þarna í því samhengi að ef að þýlingurinn alltaf að taka opinberlega ábyrgð og helst á vægasta partinum eða einhvern veginn að réttlæta það sem þú hefur gert og fara í pásu í 2-3 mánuði eða 1 ár, koma tilbaka með bók og hlaðvarp eða aftur í einhvers konar ráðherrastöðu. Skilaboðin eru þá bara, þetta skiptir engum máli og þú getur þá bara tekið smá pásu og kemur tilbaka. Eru það skilaboðin sem við viljum? En fannst þér það vera skilaboðin með afsögn Ásthildar Lóu? Fannst með hvað vera skilaboðin? Að hún bara stíði til hliðar, það ekki sér smá pásu og kemur svo tilbaka. Það nokkurn veginn það sem gerðist. Og finnst þér að hún hefði átt að segja bara algjörlega af sér þingmennsku og... Ég held að eins og ég segi, það ákall til þess að fólk taki verulega mikla ábyrgð og við verðum alltaf að skoða hvaða fólk hvaða ábyrgðastöðum og meta hvert mál fyrir sig. En ég fann til með Ástólfu og sömuleyti finn ég til með Guðbrandi af því ég bara, við veit alveg þetta fólk sem í sálarháska, það bara logar á þeim sálinn og þau geta ekki horft framan í nokkurn mann og þannig að það eru líka byrði sem að fólk ber út af einhverju svona sem umfram það að segja af sér og eitthvað koma svo bara tilbaka, þannig það aldrei þannig, þú veist, þú fer bara í 2 mánuði, svo kemur tilbaka eins og ekkert að við Björn Þorláks tók viðtal við Ástólfu daginn og það var alveg magnað að sjá hvað hún ennþá brotin yfir þessu og það skiljanlegt af því að það sem við verðum líka að muna í þess að saman, við erum með þetta fólk þú veist, en það sem ég vil samt segja í þessu samhengi varandi að því við erum sérstaklega að tala Guðbrandsmálið að það samt ekki hegðun sem við getum verið að normalísera eða að sætta okkur við að vændiskaup sé eitthvað sem gerist bara milli 2 aðila og koma okkur ekki við. Ég bara algjörlega ósammála því. Má ég aðeins spyrja það af því að við kannski ræðum ekkert of mikið vændi. Ástæðan fyrir þú lítur á þessi alltaf ofbeldi. Þannig að peningarnir sem að einhver réttir vændis konunni oftast, að það eins og vopn. Það sem að þú ert að rétta einhverjum sem að þarf nauðsynlega á þessum peningum að halda og ég læti fá þessa peninga gegn því ég fá afnota líka með hennum. Og þetta sé ofbeldi og þannig sé það alltaf, allt eitthvað að stundum sé þetta nú bara frjálsviðskipti milli 2 frjálsra manneskja bara kjaftaði. Þetta alltaf ofbeldi, annars væri ekki peningurinn. Ef þetta verið frjálsviðskipti milli frjálsra einstaklinga, þá myndu bara njóta ástæðans að vera með peningana. Er það svona... Já, í sjálfu sér. Af því að það alltaf einhverjar raddir þarna úti sem að segja það fólk sem gerir þetta því að vill gera þetta eða það OnlyFans og allt þetta. Og við því viljum bara segja að það fólk sem tala hæst jákvæða hliðarnar af því fólk sem í því núna. Þannig að fólk sem hefur sleppt tökunum af sölu á vændi eða hætti á OnlyFans eða hvernig sem það iðulega, ég var enn eftir að heyra frá mannskir sem talar það jákvæðan hátt eftir á en iðulega þetta fólk sem lítur nú á þetta sem ofbeldi og að díla við afleiðingarnar af því. En ég tók eftir því þegar ég var að segja á þann með svona einhverja tegund af karl fyrirlitningu þú svona glottir aðeins og hvað mér langar svo að spyrja þig hvað svona hvað finnst þér það? Ég vil bara meina það að því við erum að tala sérstaklega Guðbrandsmálið að því þú veist að segja í samhengi við kvenfyrirlitningu, það þarf kvenfyrirlitning að vera til staðar til þess að kaupa aðganga líkama konu. Það bara staðreind. Þú þarft eiginlega niðursetja hana nógu mikið
til þess að þessi fyrirlitning til þess Þú að þarft þetta að í huga geta afmennskana, keypt þú þarft að afmennska Já, manneskina já, til þess að hafa geð í þér að gera þetta. En sko, hvað kemur að karl fyrirlitningu, ég sko, með því að vera að kalla út einhverja ákveðna hegðun eða gjörðir sem eru að eiga sér stað í samfélaginu okkar, sem eru mjög neikvæðar og skaðlegar fyrir öll. Ég sagði það ekki. Ég sagði ekkert endilega neikvæðar eða skaðlegar fyrir okkur. Nei, ég er að segja það, skilur. Já. En það fólst ekki, ég bara sko, svona, hvað maður að segja, karlmennsku, svona karlmenningu og, já. Eins og ég skil, Jón, ég myndi okkur sér bara í leikhúsið og dreigja frá alls konar persónur á sviðinu. Ég veit að það verður gert grína einni manneski á sviðinu og það er miðaldra karlinn. Það má eiginlega ekki gera grína neinum öðrum, sko, og Jón er reyndar, sko, Íslandsmeistari í því að gera grína þessum greiðkollum. Já, nei, þú veist, ég bara... Erum við að tala um þá, nennir ykkur að útskýra þetta fyrir mér, hvað við erum að tala um varandi karlfyrirlitningu? Með datt í huga að Jón var að vísa til þess að stundum eða, þú veist, að liggja svona vel við höggjórið, það er alveg sársaukalust að hæðast af miðaldra köllum en það kemst ekki upp með að hæðast af neinum öðrum, sko. Já, sko þarna myndi ég bara velja að segja að það er bara kjöri tækifæri líka fyrir karlmenn að stíga fram og vera bara partur af hreyfingunni sem er líka bara að segja einmitt að þið þarf alltaf að vera að hrópa á okkur not all menn og allt þetta. Þetta er okkar mál, við getum ekki rukka hann að laga það fyrir okkur. Nei, ég held að ég sé bara góð þar, sko. Nei, þú veist, ég sko er hérna svona einn af góðu köllunum og hef svona lagt mig fram að leggja mig fram til þess að vinna að feminískum áherslum, jafnréttismálum, eyða mismunun, styðja mannréttindabaráttu og... Vera anti-frekikallinn. Hvað sér þau? Vera anti-frekikallinn. Já, ég meina, ég hef bara í mínu lífi, skilur, staðið með fólki sem hefur áttundur högg að sækja á með margan hátt. Það er ekki allir sem hafa gert það. Og nú erum við að sjá út allan heim. Við erum að sjá uppgang á kvenfyrirlitningu af nýju kaliberi. Við erum að tala um kvenhatur og við erum að sjá pólitísk öfl vera að rísa upp og sem aldrei áður og hérna og það sem að ég er að segja í þessari grein fyrst og fremst er að við erum svolítið sem sagt að beygja okkur fyrir frekakallinum. Frekikallinn, við erum að senda á honum mjög skýr skilaboð, vertu bara nógu frekur og það mun enginn þora að gera neitt við þig. Mjúku mennirnir, skilur sem taka ábyrgð og leggja sig fram og svona, þeir verða kjöldregnir við fyrsta tækifæri og skilur hvað svo sem þú hefur gert og eitthvað svona, það verður aldrei talið þér til tekna, en verður bara nógu djöfulli frekur og yfirgangsamur og aldrei viðurkenna neitt vegna þess að það verður notað gegn þér og það er þessi hugsun sem að ég er kannski fyrst og fremst að vekja athygli á í þessari grein, að vegna þess að ef við tökum leigubílstjóra og flegjum honum fyrir lestina en svo vegum við og metum svolítið út frá okkar eigin dómgreind sem sagt læknin sem sagt hvort við að taka lækningaleyfið af honum, svo munum við en ég þarf eiginlega lækni, þannig að nei, við skulum segja hann hérna
hann tekur ábyrgð, já, og þá það ákveð og og líka skilurðu ég segi til dæmis þarna þú veist, við getum á Tesla og sem sagt og það kannski ekki alveg gott í móralinn, skilurðu, en við spilum bara ekki ákveðna tónlistamenn í Teslunni og þannig líður okkur aðeins betur, þannig erum við líka bara viljiði get ekki þannig líður okkur aðeins betur og mér finnst að vera líka svona ákveðin tvöfeldni, svona tvöfalt siðgæði og það er að segja það er að segja að við þorum ekki í frekakallin en þannig að en dæmum þá ræflana harðar kannski. Guðni, má ég að því að Jón kemur inn á eitthvað sem maður heyrir stundur svona að þetta með að þeir sem að koma og taka ábyrgð að þeir fá aldeilis yfir sig guðsunnar að því að það er og að því að það er ekkert svona almennt samkomulag það að hvernig ábyrgð á ég að taka og ég kem og tek á ykkur ábyrgð og slatti segir bara jú, gott í honum eitthvað svona, svo er ykkur sem að segja mér finnst þetta ekki ganga nógu langt og mér fannst þetta nú ekkert einlægt hjá hann þegar maður að segja þetta, þannig það er eiginlega bara frjálst það er bara ef einhver er þarna úti sem að segir að þetta hefur ekki nóg og þetta verður aldrei nóg, þannig það er ekkert svona samkomulag í samfélaginu hvernig maður á að gangast við ábyrgð og þess vegna verður freist ekki sú sem að Jón er að segja bara ekki gangast við neinu. Já, það má vel vera en ég held að hver og einn verði að eiga við sína eigin sannfæringu þarna, skilur við, hvað er réttast í stöðunni og hvað líkur réttlætiskendin þar og það er bara fullt af fólki sem hefur alveg tekið ábyrgð og gengist við því sem ég gera og svo fara bara að gera eitthvað annað. Þú veist, þetta er, við verðum að hætta að sjá það að taka ábyrgð sem eitthvað dauðadóm í samfélaginu. Það er það bara ekki. Ég hef alltaf sagt það og aðtökjara fyrir því að fólk sem að brýtur af sér og jafnvel fundið sagt fyrir það hvað það er, það er alltaf leið tilbaka og leiðin tilbaka er að taka ábyrgð og þú veist, en ég sé bara spurningamerki tilkallið, á fólk tilkall til þess að vera í ákveðnum stöðum í samfélaginu eftir að hafa tekið ábyrgðina, það er eitthvað sem að samfélagið verður að ákveða fyrir sig en ég er alveg fyrir það að fólk á alltaf leið tilbaka og mér finnst það ekki dauðadómur gangast við hlutunum ef eitthvað þá finnst mér að sýna ótrúlegan styrk og það er eitthvað sem við verðum líka að geta tekið á móti af því þetta er bara mannlegt. Ég get alveg skilið það að það er ótrúlega erfitt að gangast við eitthvað sérstaklega ef það er eitthvað sem er ólöglegt eða eitthvað sem gerir á hlut annara og það er ótrúlega erfitt og fyrir fjölskyldu viðkomandi og það og mér finnst erfitt að ræða þessi mál út af því að þau eru þeir snúist fólk. Þeir snúist ekki bara eitthvað út í bæ og hvort þannig að gegna einhverju stöðu eða ekki. Að þetta er samt, við verðum að finna okkar svona áttavita í þessu og kannski er það bara núna, bara byrjun einhverju góðu samtali að þetta verður svona vendipunktur að komast að eitthvað svona sameiginlegri niðurstöðu. Sem við kannski náum aldrei að það verður alltaf ólík. Nei, en þú veist þetta verður alltaf þannig. Eitt sem við verðum að læra líka er að lifa við að fólk hafi ólíkar afstöðu. Það er ekki þannig, það er ekki eftir svona verið að allir verði sama sinni. Nei, ég er sammála því og það verður auðvitað alltaf þannig að fólk mun hafa mismunandi skoðunar og hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig er staðið á hlutunum. En mér finnst samt bara ótrúlega mannlegt og við verðum að viðurkenna það ef að fólk vil taka ábyrgðina að fá að gera það og fá að gera með dyggð og við steyðjum við það sem samfélag. Það er það sem ég myndi vilja sjá í meira mæli. Þið finnst hafa brugðist rétt við? Persónulega, já. En þér finnst þannig að við brugðist rangt við, eða hvernig var ég að skilja það? Nei, ég legg ekki mat á það. Þetta er bara hans ákvörðun og hans fjölskyldu sem ákvörðun sem hann tekur í samræði við fjölskyldu sína. Mér finnst þetta svona tilfinningin sem að situr eftir hjá mér með þetta er sorg
og mér finnst sorglegt að við séum að búa til samfélag, mér finnst þetta grimmúlegt, mér finnst þetta svona svolítið harður dómur og þetta niðurlæging og og það syrgir mig að við séum að búa til samfélag sem leyfir svona og ég, þú veist, eins og með nú ég til dæmis búin að vera að vinna að núna á þingi, búin að vera í 1 ár, ég er búin að vera að reyna að vinna að úrbótum í málefnum barna í hinum ýmsa vanda, fíknivanda til dæmis og sem sagt og hluti af því að byggja upp samband við ráðherra málaflokksins þegar að þetta mál með ráðherran kemur upp og mér heyrist eins og að þér og mjög mörgum öðrum að þér hafi fundist þetta svona skynsamlegt að hún segði af sér ekki? Já. Fjöldi mála ég vil það segja, þú veist, meira ég bara virði þessa ákvörðun. Leið mér að klára. Fjöldi mála sem að byggðust á ákveðinni vinnu sem byggir á upplýsingu, trausti og líka bara svona að þekkjast féll niður við þetta. Mál sem að snerta raunverulegt fólk, raunverulegt börn og skilur, og það kann að einhvern veginn inn í okkar huga og taugakerfi verið eitthvað göfugt við þetta. Sem sagt að þetta hafi verið göfugt, þetta hafi verið en skaðinn að þessu, hann er ekki sýnilegur, kannski ekki nema og kíkir eftir honum, skaðinn er mikill og það er bara fjöldi mála sem lenda aftur á upphafsreit og það kemur nýr ráðherra að málafloknum sem er ekki jafn vel inn í þessum málum og ráðherran sem að fór frá og út af hverju. Já, en það náttúrulega getur gerst af margvíslegum ástæðum líka. Þannig að, ég meina, maður veit aldrei hvenær svoleiðis getur komið upp. Já, en þú veist, mér finnst þetta fyrst og fremst sorglegt. Já. Mér finnst þetta það. Má ég að því að þú ert að tala svona. Er þetta sérstaklega í þessum málum eða ert þú kannski þannig gerður að þú vilt bara ganga samfélagið og fyrirgefa bara sem flestum? Það Martin Luther sagði eitthvað að því svo gaman að kristni að maður væri með fyrirgefninguna, svo varum við líka með lögmálið og við ættum að hafa fyrirgefninguna í samviskunni og í hjartanu, en hann sagði en það gengur ekki að hafa fyrirgefninguna sem lögreglustjóra, þar verðum við að hafa lögmálið. Þannig að þú ert kannski ekki góður lögreglustjóri, þú myndir bara fyrirgefa öllum. Já, ég er einhvern veginn þannig geður. Ég held alltaf, ég get ekki hort á fótboltanum, ég held alltaf með þeim sem er að tapa. Og leið og sá sem er að tapa, tekur sig á og fer að vinna, þá byrja ég að halda með hinnum. Því að ég var svo, að því að mér finnst svo leiðilegt að því að það gekk svo vel hjá þeim, en nú einhvern veginn mistu allt niður. Þannig að Guðni, þú þekkir þetta að fólk heldur með brotaþola þá til að dómurinn fellur og þá færist meðönkunin yfir til þess sem er dæmdur. Oft gerist það og ég er ekki að hæða, ég er bara sumuleitt er þetta svona tilfinning sem við höfum alveg að gangast við í samfélaginu. Já, ég held að ég með að skjóta. Ekki að við svona svíkja brotaþola þótt ég get fundið til mannin sem er að bíða til dauðadómi eftir hryllilegan glæp, ég get fundið til málum.
100% og ég meina við þekkjum þetta öll í okkar nær umhverfi eitthvað staðar, ég meina það eru gerendur út allt en ég held líka bara að það sem mjög erfitt þarna í þessu tiltekna máli til dæmis það að þolendur eru ítrekað að stíga fram að jafnvel nafngreina einstaklinga og þá kemur eitthvað, nei ekki hann því að hann svo geggjaður, þú veist, og þetta bergmálast í þessu umræðu og þetta ótrúlega af því að þetta ofboðslega mikið tilfinningamál. Þannig að það ótrúlega eðlilegt að þetta ýfir upp alls konar tilfinningar og fólk, þetta verður hitamál hjá fólki. Það bara mjög eðlilegt. Kannski hefur eftir að tala mjög mikið um þetta, marga kílómetra? Sko, já, ég held að sko þetta sé umræða sem sé svolítið að byrja og sko og og það eigi eftir að svolítið svona takast á við þetta og eins og ég segi sko ég gaf út sko síðustu bókina mína 2015 þar sem ég segi frá það sem ég var vistaður og viðbröðin við því voru sem sagt mjög mikið að ég var sakaður sem sagt legar, ég var að ljúga og þannig ég veit hvernig það að segja frá ofbeldi og vera ekki trúað og ég held sem sagt að það hafi haft mikið með það að gera, það var meira að segja sko þingmaður, starfandi þingmaður þá, sem að opinberlega sakaði mig lygi og ég held að það hafi haft mikið með það að gera að ég karlmaður og að ég var talin vera í forréttinda eða í forréttindastöðu. Kannski verður svona ströngur í þessu með bakkakotsstrengjunum. Að sumuleyti það áhugavert mál, hvernig þeir stíga fram og mér finnst sko þjóðin taka því, þeir talaðu það sjálfur, að þeir hafa ekki bara trúa því að þjóðin væri svona góðjurtuð. Þeir eru engar reynsla því. Sko, og við vitum það öll, að það að stíga fram og segja frá því að maður hafi einhvern tímann verið vanmátugur og verið borinn ofurliði af annarri mannesku sem hafi notfært sér stöðu sína og yfirburði í sínum persónulega ásetningi og fyrir sinn persónulega ávinning. Það vill engin manneskja opinbera það og það ekki einsdæmi fyrir konur. Konur eru ekki einu manneskurnar sem að upplifa þetta og halda því einhvern veginn fram að að við karlmenn sem segjum frá svona hlutum að við séum með einhverju hliðarlínu, við séum með einhverjum B-flokki og það þurfi aðeins að vega og meta eitthvað svona og jafnvel sem sagt taka frekar eitthvað sem að sem sagt viðkomandi gæti hafa gert sem sagt sjálfur beitt ofbeldi eða eitthvað svoleiðis og setja það skör hærra og það hefur líka komið fram hjá þeim afleiðing ofbeldis og áfalla mjög gjarnan fíkniefna og áfengisneysla og og síðan bara getur reynst erfitt að vinda ofan af því og mér finnst við þurfa svolítið líka bara sem samfélag að vera opnari fyrir því að taka á móti karlmönnum og skilurðu bara eins og þetta bara
sko það til dæmis að þegar ég að tala að ég hef áhyggjur af því að það sé verið að mismuna strákum í skólakerfinu. Það er engin, ég er ekki ásaka kennara, ég er ekki ásaka skólayfirvöld eða ásaka konur, skilur. En að það sé einhvern veginn, og það er sagt sko hér, að þetta sé hættulegt tal. Sko, og þegar að gott fólk sem er líka bara, það er bara orðið svolítið mikið þannig krakkar bara á samfélagsmiðlum og svona að mann sleppir því að taka þátt vegna þess að þú veist, maður vill ekki fá drulluna á sig og það er líka bara stórt vandamál að skilurðu gott fólk heldur sér til hlés og meðan að drullusokkum er alveg sama skilur, og þeir fara þannig að sko og mér finnst það skelfileg þróun og það er líka bara ákveðin þöggun ég má ekki tala ákveðina hluti vegna þess að ég sem sagt er ekki í stakk búinn skilur en síðan er eitthvað annað fólk sem má tala sko hluti vegna þess að það er einhvern veginn í stakk búinn til það hefur í stöðu til þess að tala það ég bara Guðni, sko hérna þú færð gussurnar yfir þið ekki? Jú. Drulluna, Já. Og margar konur sem eru í svipari stöðu og þú. Það líklega að maður myndi, ég var nú að halda þér fram hérna í vikunni, að ef maður myndi mæla þetta í kílóum að þá verið meiri drullausi þangað heldur en sá sem að fær drulluna frá feministum eða eitthvað. Ég held að það sé bara alltaf að vera það saman. Já, ég held líka bara... En það sem að Jón er að segja er rödd karla sem eru þolendur. Heyrist hún síður? Sko, þetta er eiginlega ykkar kröfuganga? Sko ég er alltaf að tala fyrir því að karlmenn tali sína reynslu og svona lýsi leiðina fyrir aðra karlmenn í að tala sína reynslu. Þetta er eins og Jón segir bara ótrúlega erfitt og eitthvað sem fólk vil almennt ekki vera sérstaklega mikið að opna sig en það eru úrræði til staðar fyrir karlmenn líka og það er bara mjög mikilvægt að fólk leiti sér faglæra aðstöðar. En ofbeldi magnast það sem er ójöfn valdahlutföll og karlar geta alveg verið niðri þar eins og konur, þótt að kalla þessu kannski oftar í hinni stöðunni. Ég segi bara, ég hvet öll sem verða fyrir einhvers konar ofbeldi að tilkynna það. Þannig erum við að fá líka bara betri speglun á samfélagið. Því það eru alls konar fólk sem segir það að karlmenn verða jafnvel fyrir meira ofbeldi heldur en konur, en tölfræðin okkar sýnir annað, en ég hvet karlmenn ef þeir hafa styrk til þess að stíga fram og tilkynna. Sko, en þú veist, ég er ekki nokkrum vafa það bara út frá minni lífsreynslu og menntun sko, að konur eru langmestum stærstum hluta þeirra sem verða fyrir ofbeldi og þá og þá er ég að tala það sem annar aðilinn hefur yfirburði og það er bara sú tegund af ofbeldi. Karlmenn, ef þú talar ofbeldi bara almennt, skilurðu, slagsmál og svona, en það er svolítið á jafningjagrunni. Þar skilur stundum annar kall einhvern veginn sterkari og eitthvað svona og slást eða eitthvað svona áflók. En þetta ofbeldi, sko, og það er engin vafi á því allar staðreyndir sýna það að konur eru í meira hluta tilvika fórnarlömb ofbeldis og þá er ég að meina það sem að annar aðili hefur mikla yfirburði heldur en karlmenn, svo getur sagt, en hvað með alla hermennina sem í stríðs, það er meira hluti karlmenn, þeir eru líka ofbeldi. Það máli fléttið út á þennan hátt. Ég er ekkert einu sinni að halda neinu svona fram
Nei, ég bara að segja ég bara það sem að sko það sem að ég að segja og byggt á minni reynslu og minni skynsemi sko að þetta sé eitthvað sem að mér finnst ekki vera leið okkur á góðan stað og og ég sko þú veist það er mér sagt sko tala allir sko eins og trumpismann eða uppgang trumpismann sko hvað það sem gerist sko, hvað það sem veldur þessu og þá margt fólk sem segir sko stærsta ástæðan fyrir uppgangi Donald Trump sé demokratar sem að demokrataflokkurinn og það alveg mikið til í því þannig að mér finnst við bara eiga að geta rætt þessi mál en þú veist síðan það líka bara eins og þú segir Smári, þú veist við erum hérna eins og þú búin að vera að segja við mig aftur við erum hérna að tala vændi ok, og bara förum aftur að tala vændi en svo segir þú, já við erum að tala hérna þetta tiltekna mál, ok, við erum að tala þetta tiltekna mál hérna, og bara hvað erum við að tala og mér finnst það stundum bara ekkert alveg á hreinu hvað erum við nákvæmlega að tala, hvað viljum við til dæmis eins og núna sko með bakkakotsmálið þú veist, hvað viljum við viljum við sjá einhvern sökudólk í þessu viljum við einhverjar bætur viljum við kerfi sem fungerar þannig að það fyrirbyggi svona viljum við mannvirðingu fyrir allar manneskjur eigi jafna mannvirðingu eða viljum við það ekki eða þú veist hvað það sem við viljum ég myndi vilja óska mér þess að við byggjum í samfélagi þar sem að væri frelsi til þess að tjá sig og og bara að fólk sem að þú veist, menn, konur, börn að það sé ekki sjálfsagt að fólk bara stígi fram og segi frá, þú veist, í ofbeldi sem það orðið fyrir, að þau þurfum einhvern sérstakt hugrekki til þess finnst mér sorglegt, finnst það óásættanlegt og bara og svona einhvern veginn þessi friðþæging að einhver mér finnst eins og þessi hafi tekið ábyrgð þannig að þá það einhvern veginn en eftir liggur bara einhver stórfelldur skaði ég sé þetta með líka bara eins og bara þú veist með lýðræðið okkar þú veist, hugsið ykkur bara hvað búið að reyna að grafa mikið upp mig, hugsið ykkur bara allar vinnustundirnar sem hafa farið í það og en sko fólk hrætt við að skipta sér til þess af því að skipta sér af stjórnmálum af því það veit að þú veist, það gæti hugsanlega allt verið grafið upp það og dregið upp eldgamalt eitthvað og þú ferð kannski inn skilurðu af einhverjum það einhver hugsjón eitthvað sem þið langar til að gera og ég held að það sé ástæða því að 90% af fólki fyrir pólitík langar að taka gott af sér leiða en sko
en það líka orðið þannig að fullt af bara mjög góðu fólki sem við myndum vilja sjá í pólitík, það bara segja bara aldrei að fara að stiga það inn og minnst það sorglegt og og það bara já. Guðni, getur ekki tekið undir með sem að Jón er að segja, þetta ætti ekki að vera þannig að það þurfi eitthvað sérstakt hugrekki til að segja frá ofbeldi sem að maður er beittur. Getur þetta ekki hafa verið ræða margra úr sínum ranni? Jú, klárlega og ég tek undir alveg heilmargt sem þú segir. Ég held bara í þessu tilfelli það sem við erum að ræða er bara ef einhver ákveður að taka ábyrgðina, það verður við að styðja það, þú veist, og ég sé það bara þannig og ég held að þannig getum við bara átt miklu farsalla, þú veist, mér finnst þetta ekki vera að snúast ég meina, ég fæ engan frið í hjartað að sjá einhvern annan þjást. Það er bara alls ekki þannig og ég er ekki í einhverju herferð að reyna að taka fólk eitthvað sérstaklega niður. En það sem að ég vil gera ef að manneskja tekur ábyrgð á einhverju, þá vil ég styðja það, af því það er mannlegt. Af því ég vil bara að manneskjan tekur þessa ákvörðun og þá vil ég bara vera ok, flott hjá þér og ég styð það og ég bara óskar allsins besta og vona bara að þetta fólk fái alltaf að huga það sínu. Ég meina, ég veit ekki hvað annað ég get sagt. Ég meina, af því þetta kom ekki inn í samfélagslegu umræðu þar sem að það var einhver... Hvorugt þessar mála sem við talum Nei, þetta var aldrei þannig að samfélagið var ekki að kalla eftir það myndaðist aldrei eitthvað svona mengi þar sem að fólk var aðast í hvert öðru. Þetta voru ákvarðanir sem voru teknar og ég held að það sé takti við bara samfélagsgerðin okkar eins og við sjáum hann í dag. Það er svo bara álitamál hvað fólki finnst það. En að því að bakkakot og ýmsa kosti, þá held ég að ég er að hlusta á fólk að það vill að kerfið beri ábyrgð á því sem að gerðist og við fáum að vita því sanna. Að við könnum að það sé ekkert slíkt í gangi ennþá. Að við tökum sómasamlega utan þolendundar. Þetta eru fyrst og fremst þessa kröfu sem ég heyri. Ég heyri náttúrulega stundum að ég bara finna þessa konu og hún beri ábyrgð. Mér finnst það ekki vera mjög ábyrgðandi. Kannski vegna þess að hún er orðin öldruð kona og ákvæmst ekki við, ég veit það ekki. En ég finnst í þessu máli það sem er raunverulega krafan er svolítið á sama ábyrgð okkar sem samfélags. Og sömuleyti heyri ég líka alltaf kröfuna þessast talið kynbundið ofbeldi vera sambærilegar. Það er eiginlega krafa að við lögum samfélag okkar til þess að maður geti gengið samfélagið sem frjálsmanneskja og eigi ekki yfir höfðið sér að vera beittur ofbeldi. En við erum náttúrulega við erum búin að lyfta algjöru grettistaki í því. Manna, þú veist, þegar við vorum alast upp, ég meina þetta kvenfyrirlitningin, homofóbían, kallremban og barnafyrirlitningin, við leikum við að skjóta inn í. Já, bara viðbjóðurinn sem var í gangi, þetta hefur lagast alveg gríðarlega mikið og og við erum alveg við höfum verið á réttri leið og eitthvað svona en skilurðu, þú veist til dæmis eins og bara að segja skilurðu eitthvað eins og ég er að segja með strákana, skilur ég hef áhyggjur að því að strákar sé að verða út undan og svona þá sem sagt er ég mjög auðveldlega settur í hóp þeirra sem að finnst eins og kvenréttinda barátta eða feminismi sé búin að ganga langt og með ekki segja neitt lengur, allt þetta skilur og þessi polarisering og generalisering sem er alveg bara sem sagt er bara meinsemd orðin og þannig að og mér finnst það líka leiðilegt og mér finnst tækifæri fyrir okkur sem samfélaga því að við erum fámenn kannski að einhvern veginn að bregðast við þessu og
og þú veist, og ég tilbúin til að vera einhvers konar þáttakandi í því. Þannig að... Þú ert það núna með að taka þátt í þessu spjalla. Nákvæmlega. Herðan, að því að nefndir hérna Berit, hvernig til þess að horfa á... Já, það er á listanum. Eitt sem við þáttinn, það að við, þá eru normenn, erum komin svo langt í Kenya átökunum eða stríðinu eða lausnunum á því að við höfum eitthvað fyrirmyndir það hvernig við ætlum að bregðast við annmörkunum sem við erum að glíma við. Við getum ekki að beðið eftir að koma það utan. Þannig við verðum að finna út úr þessu. Við verðum að finna út úr þessum einmannaleika og þessari rosalegu togstreitu milli kynjanna og útskúfuninni og dómhörku. Við verðum að finna út úr þessu. Það er enginn sem hefur gerð þetta fyrir okkur. Og sömuleyti finnst mér það góð skilaboð til okkar í íslensku samfélagi. Að við getum ekki beðið eftir að fá okkur tískusveiflu frá Bandaríkjunum því að þeir eru svo langt á eftir okkur með þetta. 100% og ég líka bara að við erum heldur ekki að líta endilega til annarra landa þegar við erum alltaf að apa upp eftir þeim eitthvað sem gerist fyrir 10 ára sinna 15. Það er náttúrulega almenna menning sem getur sjálf. En það sem ég langar til að segja samt í grunninn kvenréttindabaráttu líka bara mannréttindabaráttu. Þú veist, við eigum öll að vera í henni. Öll. Já. En ég menna, já. En, segir hann. Það er svo sækilegt orðið en. Já, en þú veist, strákarnir. Já, þeir með ekkert gleymast. Ég er alls sammála. Það er mjög gaman að fá okkur hérna í þetta spjall og við höfum svolítið verið í þessu meðal annars út af þessum þætti. Herru, og ég vil bara taka það fram. Ég er engin stuðningsmaður vændis eða mansals. Bara þannig það sé á hreinu og ég vil bara klára það. Það er á hreinu. Það er ekki stuðningsmaður ofbeldis. Bara ég hef andstyggð á ofbeldi. Ég er bara algjöra andstyggð á ofbeldi. Herru, Jón og Guðný, gerðu það ekki. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum allir að skilja okkur sjálf, samfélagið, heiminn. Næsti kafli er augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.